Arnar, sigur í dag, þetta var hörkuleikur. Þetta var hörkuleikur og Akureyri er á góðu róli. Hún er að spila vel og landa góðum sigrum, þannig að það var alveg vitamála til hörkuleikur. Já, en þið klárið þetta á lokakaflanum eða ekki? Jú, við vorum að spila bara mjög vel í það. Ég hef bara gríðarlega með strákana og svona batamerki í okkur leik eftir svona erfiða 2 leiki og hugarfarið og spilum að skáma bara til 400. Þið náðuð öðru settinu, hversu mikilvægt er þetta fyrir ykkur? Það er gríðarlega mikilvægt og skemmtilegt að vera í þessu öðru seti þó allir stefna á það fyrsta. En auðvitað upp á þriðju umferðinni að gera á heimaleikina þá er þetta mjög mikilvægt. Fá núna 4 leiki hérna heima og með stemminguna og mætinguna sem við verðum á síðustu 2 leikjum þá er það gríðarlega mikilvægt fyrir okkur. En það er nóg eftir, það eru 7 leikir eftir? Já, mótið er langt frá því að vera búið og það eru 7 hörkuleikir eftir, þannig að við verðum að halda fram að bæta okkur og vinna í okkar málum og við eigum töluvert inn ennþá sem er bara jákvætt og við þurfum að ná því fram og þá verður þetta skemmtilega 7 leikir. Já, ég hef verið í vandræðum sóknarlega í síðustu leikjum. Voruð að leysa það ágætlega í dag? Já, mér fannst helst þar við vera að bæta okkur frá síðustu leikjum og miklu meiri hreyfing, boltalös á mönnum og margir hlutir sem að ganga bara hentum frábærlega upp í dag og ég er gríðarlega stoltur af því hvernig strákarnir leystu það og klálega já, við erum að bæta svona því. Róbert tekinn umferð, þið þekkið það orðið ágætlega? Já, Róbert var tekinn umferð þarna tíma og svo bökkuðu fór í 5-1, venjulega fór í 31, fór í 6-0 og við erum verið leystum þetta allt saman ágætlega. Þannig að nú er það bara síðustu 7 leikirnir og sigur í öllum leikjum vantarlega? Markmiðið klálega. Við verðum alltaf fyrst að halda fram að bæta okkur og þá verður þetta skemmtilegt. Takk fyrir.